síðasti leikurinn í Ofurhöllinni hér í Egilshöllinni. Það eru Sigrún Agatha og Helgi Páll sem ætla blaðra yfir leiknum með ykkur. Já, það kannski segjum við ætlum að lýsa hér atvikum. Leikurinn í gær var nú ansi fjörugur. Þar höfðu Akureyringar sigur 9-4 og það lítur út fyrir að vera nú bara held ég stemning á þessum leik líka. Fjölnismenn eru búin að hvíla hér í einn dag en Akureyringar eru að koma hér sjóðheitir eftir leikinn í gær. Ekki bara eftir leikinn í gær, heldur koma þeir á fullu farti eftir gott gengi í Continental Cup. Já, sem var síðustu helgi. Þeir náðu sigri í framlengingu. Tryggðu þeim 2 stig og 3. sætið í sínum riðli. Dómara kvöldsins Sindri Gunnarsson og með honum á línunni er Guðlaug Þorstadóttir og Styrmir Snorrason, hvorki meira en minna. Og nú fáum við fyrsta uppkast. Það er nú ekki á hverjum degi sem maður sér fyrir Ólympíu fara á svellinu, en leikmaður Fjölnis númer 11 er einn af fáum sem að státa sig á því að hafa keppt á Ólympíuleikunum í skíðagreinum. Ég þekki það nú ekki betur. Já, hann Sturla Snorrason, já, akkurat. En leikurinn kominn af stað. Viktor rétt mistar af sendingunni. Unnar Hafberg í horninu fyrir þessa. Það getur verið dýrt að missa svona sendingu með hraða línu SA-inga á móti. Þeir eru snöggir að pikka pökkinu. Dagur hann með skot á mark Fjölnis. Hann haldur bara vað á ramman. Þetta heitir að skjóta í rebound, Helgi Páll. Já, ég kannast við það. Unnar Hafberg hér komin inn af fremstur og hann lætur bara vað á markið en það fyrir yfir. Það er hann að halda honum inni. Það var nú aðeins rætt að í gær, það væri mikill munur á þeir bræðrum og skautarhraða, en Jói virðist alltaf geta haldið sér í formi þrátt fyrir mörg ár í skautunum. Hilmar aftur yfir rauðu og hendur hann niður í hót. Engin frysting á þetta, eða býðið það hvað? Jó, línu dómararnir hér dæma frystingu. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Já, flott sending, munaði litlu. Önnur frysting hérna. Aftur uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Já, og hver tekur þetta? Jó, það er Fjölnismenn á að peka þetta út. Hérna er nú norðanmaðurinn. Nýtilkominn Fjölnismaður. Nýtilkominn Fjölnismaður. Bergþór Bjarmi Ágústsson. Þeir eru nú ekki að ná stjórn í sóknarsvæðinu. Uni Blöndal hérna kemur og hann hendir fekkinu bara inn. Eða hvað?
Kemur Hector Logi. Viktor, neða skotið, lendir hérna í, já, mér sýndist nú að fara hann í vörnina en þetta virðist nú að hafa nú bara farið beint á markið og það sé ekki að Róbert sem stendur hann á milli stangana fyrir þessa. Ekki frá þetta sé Jakob. Já, það getur vel verið, ég sé bara ekki númerið á honum hérna. Nei, mér sýnist þetta að vera Jakob. 55. Róbert spilaði leikinn í gær og þannig þetta fíla sig á bekknum í dag en það var mikið skotið í gær. Já. Þú koma pekkinum út. Þú fær hann fullt af plássi. Vel varið. Andri Mík sendir pökkinn bara hérna undan marki og bara út af. Fín sendi ekki Ormi hérna yfir á hann, já, Marek heitir hann víst, Viborgstok. Þeir eru í smá vandræðum með að komast út úr svæðinu með stjórn á pekkinu, Fjölnismenn. Þeir eru ekkert að fá alltaf mikið pláss í þetta. Hvað gerist núna? Gott skot. Jakob með þetta. Og Róbert reynir skot, þeir koma kíl og pökk. Pökkurinn eitthvað óþægur hérna við á. Hér kemur aftur Marek. Rennir svo illa á sunnudögum í Egilshöllinni. Það er víst. Ég ná að Akureyringar aðeins að róa leikinn. Já, Fjölnismenn á að pota pökkinn úr frá SA-ingum. Koma hann upp á vörnina, henda honum niður og beint í spaðan á leikmanni 44 Nigel. Það er Nagel. Þessi er nýr, er hann ekki að koma núna er þetta ekki fyrsta tímabilið hans hér? Harrison Nigel. Veitum við hvaðan hann kemur? Ég held að þetta sé Bandaríkjamaður. Spilaði seinast á Spáni að mig minnir. Baltasar hérna á línunni, tekur reynir hérna að koma á pekkinum fyrir. Lendir hérna í vörninni hjá Fjölni. Ágætið skot hjá Harrison hérna á blálínu en lendir hérna í killu hjá Ardamanni og pökkurinn fer alla leið upp í Möskvana hérna fyrir á mark. Og enn áttur eru komin í uppkast inn í varnarsvæði Fjölnis og það eru Akureyringar sem vinna þetta. Virðist þurfa smá tíma til þess að finna touchið fyrir pekkinum. Það var ekki vandamál eftir því sem hann leið á leikinn í gær allavega og Fjölnismenn áttu nú ágætið sirpur hérna á föstudaginn. En það er alveg ótrúlega áhugavert að horfa á hvernig leikurinn er að þróast hérna á Íslandi. Þetta er orðið svo, þeir spila svo hratt og vel saman. Það hafa allar menn á að fylgjast eftir. Já, þetta er búið að vera mjög gott tempo hérna í þessum leikjum sem hafa verið núna um helgina og þetta er alveg bara mjög góð vísbending svona hvernig þetta mun svona þróast líklegast í vetur. Áfram spila segja línum dómararnir, engin fristing. Þú sér það að núna eru liðnar tæplega 7 mínútur á þessum leik og það er ekki enn komið mark en samt er búið að skora 22 mörk um helgina. 24, Já. 11 og 13. Það er nú ekki eitthvað sem við sjáum oft í íshokkíleik. Nei, það er alveg rétt. Pökkur komin á bláu og ekki með skot. Já, vel varið hjá honum Jakobi. Að mér sýnist þetta sé hann í markinu hanna. Jú, mér sýnist ég sjá Róbert þarna á bekknum. Þá hlýtur Jakob að vera í markinu.
Og þá fáum við uppkast hér í varnarsvæði þessa. Það er Hilmar. Sýnist mér á móti Heiðagauta. Nei, þeir skipta þarna. Leikmaður 7 hjá Fjölni er engin annar en Steinar Grettisson. Já, hér eru gamlir og nýir. Leikmaður 92 er að spila sig annað tímabil með meistaraflokki karla hjá Fjölni. Vel spilað hjá þessa hérna. Fyrirtagssending hjá honum Hafþóri Sigrúnarsyni. Þvert yfir á beint á Heiðagauta sem bara smelt honum inn. Finnin átti ekki breyk þarna, Hækkonen. Nei, hann er með svona finnst afbrigða Tómas Hækkonen. Enda heitir hann Túmat. Já, einmitt. Bruna engu. Staðan 1-0 fyrir SA. Góð sending út í miðjuna að losa sig að rammanum. En þeir eru stoppaðir og náð þó stjórn. Bergþór hérna. Reynir að koma pekkinu fyrir. Hann kann að passa sig í hornunum. Já, já. Það er æs. Og það er frysting. Já, Akureyringar eru hér konum með nýja skipira í brúnna á bekkinn. Það sem Sheldon Rashback hætti nú bara nýverið persónálum ástæðum, en þá eru nú ekki minni spámi komnir hérna Ingo Þór Jónsson og Björn Már Jakobsson. Þeir stýra þarna bekknum á, já, alkunni snild, býst ég við. Já. Það hjálpar að vera snöggur að setjast, þá sleppur þetta stundum. Já, maður þarf að sleppa sko undan vökulu auga hérna þessara línumanna sem eru að passa upp á þessar frystingar. Viktor með skotið, hann lendir hann í hans eigin manni. Harriðsson hérna, löng sending yfir, lendir hérna í höndunum á Sturla, þetta er eitthvað skotið rétt yfir. Marek á kjör, það er alveg datt fyrir hann. Æja. Vel varið hjá Viktori hérna, náðu að komast fyrir skotið. Alltaf jafn aðdáðunarvert þegar að menn geta bara stigið á skautan eftir margra ára fjarveru og það er eins og ekkert að vískorist. Fyrir þetta smá svona breyting á þýtapunkti. Já, þetta er, ég held að... Já, ég við Ólympíu fara þetta. Já. Steinar Grettisson er bak á mark. Hilmar. Sending fram hérna. Nei, engin frysting. Markmaðurinn hann að skrappa hann út. Það gerist í tvígang í leiknum á föstudeginum að ný regla frá Alþjóðasambandinu var látið á hana reyna þegar að sóknarlið skýtur pekkinum aftan við miðju og markmaður frystir hann. Þá fær sóknarlið sem að skaut pekkinum ekki að skipta og það er flautað í uppkast á því svæði. Já. Ég syns að varnarsvæði þess sem frysti. Akkurat. Smá varnarbrölt hérna hjá Fjölnismönnum. Róbert sendir hérna niður.
Já, nummer 27 var Falur. Falur hér á siglingunni. Ormur braut killuna sína hérna með svona laufléttu slassi en leikurinn heldur áfram. Falur tekur skotið, alveg mjög gott skot hjá Fal. Þannig að komast inn í sendinguna. Fálið það hérna minn. Já. Násamt að halda pekkinum. Já, þetta er vel gert hjá Fjölni hérna á að halda góðri pressu hérna á Akureyringum. Akureyringum koma pekkinum út. Og langt. Það er engin fristing. Bergþór hérna. Næstu skot í eigi mark hérna. Bergþór reynir að koma pekkinum á. Hann tekst hann bara ágætlega. Kemst með pökkin út úr svæði. Lendir hérna á Harrison Nigel. Smá starðamunur á þeim tveim. Mikið er ánægði. Þeir ná að halda rauðu. Andri kominn á siglinguna. Finnur á miðjuna. Nei. Heiðar var alveg tilbúinn. Fjölnir hendur í skiptingu í bullandi só. Skilur eftir 3 móti 5. Þeir ná að fá tíma til að búa sér til plás. Já, þeir voru þarna í vörninni. Fjölnismenn, ekki í sóninni. Það var són á Þór. En það var smá vandræðagangur hjá Fjölni að komast út úr svæðinu. Markaskorarinn Heiðargöti. Dagur með skot þarna framhjá. Haldið vel framhjá. Já, beint upp á vörnina bara. Hilmar leggur af stað hérna. Sendir hérna niður á Róbert. Ná að fiska þarna sendinguna. Þetta er Staðan á hver er þetta? Guðmundur. Veit enginn hvað hann ætlar að gera. Það er náttúrulega ótrúlegt hvað svona móhagsvef geta platað mótorinn. Já. Það er erfitt að lesa þau. Vel spilað hérna. Falur er komin inn í svæðið hérna. Rétt truflaður. Já. Það missa hann bláu. Róbert Hafberg hérna. Fiska sig í gegn einhvern veginn. Akureyringar ennþá með pökkinn. Ormur. Hann missir hann hérna. Pekkinum er komin bara út úr svæðinu. Jói Leifs. Aðeins að taka smá hringekju hérna. Það er ekki búið að flauta mjög lengi hérna. Það er allt í lagi, við höldum áfram. Jói siglir inn í svæði. Hvað gerir Jói? Kemur hann áfram við Unnar Hafberg. Unnar með fínasta skot. En hann Tómat Hakkonen átti góða vörslu. Falur reynir að koma pekkinum út. Það tekst. Harrison svissar hérna við Hafþór. Já. Baltasar. Dripplar sig hérna í gegnum niður í hornið og bak við mark. Baltasar ennþá með pökkinn. Það er undir mikill í pressu, það er ekki að losa hann. Nei. Skot þarna hjá honum Atla. Já, hann er búinn að vera drjúgur fyrir Akureyringan Atli. Bæði í seinustu leikjum og svo náttúrulega í Continental var hann að skora grind. Já, náðu koma hann út allavega hana. Hróar með mjög strategíska sendingu þarna. Ramman til að komast í skiptingu. Það eru brotna kylfur hérna allt svell. Þetta var nú tæft. Unni með mjög gott skot þarna úr svona laumaðasta baktor eiginlega. Já, það þröngt færi sko og sendingi var alveg bara
Gegnum nálarauga þarna. Hilmar sendir pökkinn yfir hérna. Í lappirnar Á línu. Það er útfára það. Já. Dagur kemur hérna, reynar eitthvað að dribbla sig í gegn, nær því ekki. Fjölni gengur illa að ná að tengja í útspilinu. Já, það eru svona, Í pressu. eru mikillir pressu og virðist einhvern veginn ekki, sendingarnir ekki alltaf að hitta, en þetta er samt alltaf að koma heim og saman. Ormur, ég er rangstæður. Nei, það var Andri Mík sem var rangstæður. Það var Ormur sem bar pökkinn inn. Þá fara dómarar hér í að hreinsa upp kylfubrakk. Víðs vegar á svellinu. Já, það er komið. Ormur ber pökkinn hérna niður í hornið. Missir hann hérna reyndar. Hafþór kominn hérna yfir og það er skot og það fer yfir. Andri Mík færi þessu eitt laufléttan hana. Þessi fóð nú bara norður yfir Esju, svo ég vitni nú í Ellan okkur Jónsteins og Kaldbaks. Þessi setning mun að eilífu lifa gjaldfrjálst í heilanum á mér. Jájá, mikil barátta hér á miðunni pökkinn. Róbert Haberg kemur pökkinum áfram á Marek. Freyr hérna kemur pökkinum áfram. Fínasta skot þarna hjá honum. Bjarma, Bergþóri Bjarma, Ágústinni. Þrjár 33 eftir að fyrstu lotið og staðan ennþá 1-0. Þetta er sinna bara í fyrsta skipti sem við fáum face-off í varnarsvæði Akureyringa. Þetta er nú annað að þriðja skiptið. Ja, Bergþór Bjarmi inn yfir. Hann sendur aftur tilbaka. Þarna var Harriðsson að klessa á línudómarann og féll við. Baðast snögglega afsökunar á því. Fínt spila hjá Fjölni hérna núna. Ég er hérna, svo finnski siglir hér upp með lágu, tekur skotið. Og Jakob speiklar þennan pökk bara upp í möskona. Æja, áróplega fjórða uppkasti hér hjá varnarsvæði SA. Það er spurning hvort þið náðu að nýta sér það betur en einu. Það er ekkert. Hilmar tínir honum hérna. Unnar Haberg kemur á siglingunni hérna inn í svæðið. Reynir að þræða þessi í gegn. Það gengur ekki. Mikið dinglum-dangl með pökkinn hérna. Þeir eru að reyna svolítið með þessar fyrirsendingar. Jói Leifs hérna í baráttu við landsliðsfélaga sinn Róbert Nókut Pálsson. Steinar Grettir hérna að koma pökkinum út. Það gengur allt hálf brösulega nema hvað Róbert Pálsson tekur pökkinn hérna bara inn í sveiðið. Kemur yfir og það er skot. Mjög gott skot hjá Hilmari. Þetta var lúmsk sending. Ég held að enginn búið stuðinni.
Þetta var mjög lúm sending og skotið snöggt tekið. Þetta er líka eiginlega mögulega hættulegasti staðurinn til að skilja Hilmar eftir Einar með pökkinn. Það voru heppnir þarna. Það eru Akureyringar sem vinna þetta uppkast en það er mikil barátta þarna baka markið. Akureyringar sem kom út úr horninu með pökkinn. Og þeir eru nú að koma pekkinum inn í svæði. Það er kallað að spila. Pökkunum komin út á hornið. Freyr, Hilmar, Hektor minna ég. Sturla, fín sending hérna fyrir. Það er bara mannin. Unnsteinn reynir skotið hérna í gegnum Viktor. Og aftur. Þeir eru ekki að ná að læra það strákarnir hjá SA. Það er mjög erfitt að skjóta í gegnum Viktor. Hann er stór maður og mikill. Kemur falur hér. Jóhann Már Leifsson reynir hérna að þræða sig í gegn. Pökkurinn hann að laus. Þarna verður Sindri bara að skoti í sig, dómarinn. Leikurinn heldur áfram. Show must go on eins og sagt er. Ég las það nú bara nýlega í reglum Alþjóðasambandsins að ef að dómari fellir út í leik að þá það er enginn til að leysa hann af og þá þarf að stoppa leikinn. Já, það er nú ágætt að við erum bæði með dómararéttindi Aga. Við hefðum getað stokkið inn í þetta. Jæja, það er gott að geta leyst hann af. Þetta var gott færi hjá SA, mikil barátta fyrir fram að markið. Það virðist nú að hafa náð að bjarga þessu samt, Antúmo. Já, það var nú heldur betur hasaratan fyrir fram að markið. Einhverjar hendur fengu að fljúga og eitthvað. Ég skildi nú ekki hvað menn voru að kalla hérna á bekknum. Það vilja láta stoppa leikinn fyrr. Það er nefnilega líka þannig að leikmaður má alls ekki frysta pökkinn. Inn í markmannskrísunni, það er alveg rétt. Það var nú bara dæmt í víti. Það velti fyrir mér hvort þið sé að tala um það eða eitthvað annað. Já, ég veit ekki hvernig það var. En hann leikmann má hins vegar sko sópa pekkinum úr krísinni sko. Ætla sé ekki að halda því fram að hann hafi verið búinn að frysta. Já, pökkur var bak við markið. Það er svolítið erfitt að frysta pökk sem er ekki í höndunum sko. Jæja, hvað er það? Uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Akureyringar að vinna þetta og það er skot bara. Marek með rosa skot og 10 mínúti. Já, þetta var hörkulota. Staðan 1-0 fyrir SA. Og ekki laustu það að önnur lota verði bara eitursprengd við Sigrún Agadallam að fá okkur kaffi. Við sjáum þetta svona rétt tæpar 15 mínútur.
Jæja, nú fer það að rúlla á stað. Allt að gerast, menn að stilla sér upp, Sindri mættur á punktinn. Já, hann hefur ekki, honum hefur ekki verið ofmeint af skoturinn sem hann fekk hérna frá, já, hvort heitir hann Nigel Harris eða Harrison Nigel? Þetta er spurning. Það er góð spurning. Þarna kemur örugglega í ljós á einhverjum tímapunkti en það er gott því að þetta er skemmtilegur leikur og flott hockey og það er leiðilegt að þurfa að stoppa það einhverju svona. Aftur er Sindri dómari í skotlínunni. Þetta virðist vera komið svolítið í tísku í dag að það er að leikmaður býður upp á bláu, varnarmaður neglu pekkinum upp og leikmaðurinn sippar honum inn. Og þá eru tveir klárir í að elta hann. Já, þetta hefur verið svolítið svona þetta hraða hockey sem menn vilja spila. Það er að koma pekkinum eins hratt út úr zónu og í spil. Og út úr spili. Akkurat. Mér finnst rosa misjafnt að sjá sko þegar að menn er að reyna að hreinsa pekkin út og hann fer inn á bekk eða út af ís. Þá í rauninni á þetta að vera leiktöf. Það er náttúrulega frekar leiðilegt þegar að þú ert í rauninni bara hreins út og eitthvað svona gerist óvart. Engin ísing núna, þeir halda áfram. Essa fær fullt af tíma en Hilmar er öflugur í pressunni. Já, Akureyringin á pekkinum inn. Góð sending bara í gegnum slottið en hún fann ekki alveg hinn varnarmanninn. Hann hendur honum inn. Já, þetta var mjög tæp rangstaða hana, en hann hafði að spila á þetta vel. Nú hefur Fjölnir tími til að byggja upp svona spil. Hvað gera þeir? Koma hann upp á... Þetta er Hilmar. Hilmar reynir að þvæla sig í gegn, en það er ekki séns. Ormur tekur ekki þátt í svoleiðis. Og hann bara veður með hann yfir. Já, þeir eru bara konum menn í svæði. Bergþór. Þarna hefði ég viljað sjá hann finna Guðmund á veikulhliðinni. Það er svolítið erfitt að fara með pökkinn í gegnum þrjá. Er halda hann inni? Nei, missir hann út. Já, Falur hann náði ekki alveg að stýra pekkinum. Gunnsteinn kominn inn. Næri ekki alveg skotinu. Nú hafa þið tíma. Róbert Þáberg hana. Bara til Jón Albert. Róbert ennþá með hann er snöggur, hann er lipur með killuna, kemur hérna yfir á Atla með skotið. Frábær sending á Marek þarna fyrir fram markið, en Tómat Hakkonen er bara velvakandi og náði að verja þetta. Já, þættinum hefur borist bréf með staðfestingu á því hvernig leikmaður 44 í ASA, hvernig hann heitir, og hann heitir Harrison Nigel og er frá Minnesota, hvorki meira né minna. Þar höfum við það staðfest.
Snullari kemur pekkinum áfram. Hilmar skautar hérna upp eftir öllu. Þeir segja þetta sé rangstaða. Dómararnir 100% á þessu. Eins og oft áður. Það getur verið mjög erfitt að spotta svona tætt rangstöður og dómarar kalla varnarliðinu í hag frekar en að kalla ekki. Það er rétt. Steinar Grettis á móti Jói Leifs. Jói Leifs sem vinnur þetta uppkast. Reyna að koma pekkinum inn áfram. Já, það er hendinur uppi. Núna að búa að frilsa rangstöðuna. Jói hér á bláu línunni. Smá basli. Róbert reyna að koma pekkinum áfram. Hilmar sendir yfir. Ari Jere. Hann tekur hérna siglingun á stað. Aftur á Róbert. Róbert enda löngsendi fyrir speklar fram. Fyrir þetta var þetta Gabriel Eilsson. Kemur Arnar. Reynir hérna, tekur létt fake move. Sá finnski í markinu var ekkert að láta plata sig þarna. Frábær sending hérna. Gabriel. Sendum pökinu tilbaka. Hann hitt hann betur og þetta búið til mjög fallegt væri. Steinar Grettis í baráttun hann af Arnar. Þannig var gamli skólinn alveg að skína. Að kunna stilla sér upp í línuna og blokka leikmanninn þannig. Uni og Sturla hérna bullandi baráttu. Já, Sindri flautar á þetta. Holding the stick, segir Sindri, haldi killuna. Og hver er að fara út af? Jú, það er Bergþór sem er að fara út af fyrir Fjölni. Þá fáum við að sjá powerplay í fyrsta skipti. Það er rétt, það er fyrsta skipti í þessum leik þar sem við sjáum powerplay. Þetta er fyrsti dómur leiksins. Það verður áhugavert að sjá hvernig liðin stilla upp í móti þessu. Get ekki betur segja en að reynslan ætla að mæta reynslu núna. En Akureyri hefur verið mjög sterkt í sínum powerplayum þar sem við höfum séð það í vetur. Já, við sjáum hérna kunnuleg andlit. Hérna er Atli Harriðsson, Jói Leifs, Andri Mig fyrir frammarkið, aldrei svo vant eða hvað. Já, þeir eru búin að ná að verjast þessu hérna. Þeir svarklæddu, Atli Sveinsson. Þeir eru á Nejal. Það hefur verið á Harriðsson segi ég. Hann fer hérna niður. Reynir að snúða á tvo af sér. Og þeir henda pekkinum alla leið yfir Fjölnismenn. Skapar ákveðna stemmingu að vera svona 4-5. Ég veit ekki hvort að margir hérna fylgist með bandarísku atvinnukonudeildinni en sú deild er núna að fara að hefja sitt 3. tímabil og þær fengu að búa til svokallega jailbreak reglu þar sem að ef að lið skora shorthanded þá fá það manni sinn úr bóksinu. Já, þetta er hérna svona hefur verið svolítið í umræðinu svona síðustliðin 2 ár eða svo. Veit að Champions League vildi koma með 2 reglubreitingar í fyrra eða hitt í fyrra. Önnur var að einmitt þessi jailbreak regla skot hana lúmskot já Marek góð tilraun hana. Þetta býr til ákveð svona sóknar hvað var að segja? Sóknarvilja. Já, í liðinu sem er shorthanded. Já, og hinn reglan var sem sagt svo að þegar að liðin er að spila sem sagt
overtime, framlenginguna, að þá mætti sérst ekki það lið sem væri að sækja, hér var skot og það yfir, mætti það lið sem var að sækja ekki að fara út fyrir miðju eða tilbaka yfir miðju þegar búið að komast inn eða sendan. Jæja, ekki tókst þeim að gera sér að góðu. Já. Löng sending fram hér. Og það Hafþór. Taka markmanninn. Já, virðist vera biðdómur uppi. Einhver Fjölnismaður hlýtur að hafa brotið af sér þarna eiginlega leið og fyrra penaltið Unni með skotið. Þetta var rosaleg varsla hjá hinum finnska. Það er mikil sótt að marki Fjölnismanna núna. Ormur Jónsson að sækja pökkinn. Löng sending fram. Arnar kominn inn. Aftur Sindri í skotlínunni. Á flauta Sindri. Hann þreyttur í hendinni, pottet. Slassing. Hver að fara hér út af fyrir Fjölni? Ég gat nú samt ekki betur séð en að sjötti maðurinn hefði verið kominn í spil svolítið snemma. Já, það spurning. Það passa sig á því. Já, það Falur sem fer í bóksið. 2 mínútur fyrir slassing eða að slá eins og við segjum á okkar ílhýra íslenska máli. Og hér vinna grunngandi uppkastið beint í skot hjá Unnari Hafberg. Atli Harrison. Hann að koma núna. Andri kemur pekkinu upp á bláu. Rétt haldur á minni. Atli. Unnar. Atli. Harrison. Rosalegar kúnstir í gangi hérna. Þetta var rosaleg viðbrögð. Þarna sjáum við bara, já, þetta er svo skemmtilegt við að fá erlenda leikmenn í deildina því þeir koma með mismunandi menningu, mismunandi uppaldir í sínu hokki og ég er mjög spennt fyrir að fylgjast með þessum aðalabarátunum frá Minnesota. Rosaleg íshokkey þjóð. Já, það fylgir mjög þungavíkta fylgi í hokkínum Bandaríkjunum. Unnar hérna út á kantinum. Vel leist úr þessu í Akureyringum. Löng sending yfir á Atla hérna. Allt galopið þarna fyrir hann. Hann kemur hann upp aftur. Harrison. Aftur yfir. Jói þarna niður við mark, ekki sáttu við sendinguna sína. Hann kemst hérna inn. Hvað gerir Jói? Sendir yfir. Og framjá. Stöngin. Fóruð í stöngina. Það fóruð í stöngina. Þetta var vel spilað samt hjá Akureyringum. Baltasar á siglingunni hérna. Steinar Grettis ekkert að týna núna við hlutuna. Hann bara hendur honum út. Unni kemur hérna siglingur. Hann með allan ísinn í heiminn fyrir fram að sig. Reynir að fara þarna í gegnum Jón Albert. Steinar. Hendi pekkinum út. Beint yfir á Fal hérna sem var að losna úr prísundinni. Jájá. Falur valda hann einhverjum óskunda.
Viktor missir pökkinn fram hjá sér á vondum stað hérna á blálínni. Marek sendir pökkinn yfir. Viktor fellir sinn eigin markmann. Falur. Steinar. Það í línuskiptingu. Fjölnismenn þreyttir á stanslausum PK-um hérna. Já, vel gert að koma nú út. Innan gómarinn. Hvað gera þeir? Vantar stuðninginn á bláu línuna. Hvað gera þeir? Ágætis tilurinn í Hafa hann að sigla inn á gegnum slottið. Þetta var smá flækja. Já. Það er Róbert tekur þetta. Róbert Hafberg kemur hérna. Ég heyrði því nú einhvern tíma kasta fram að Róbert Hafberg væri hraðasti skautari Íslands. Já, hann er afar snöggur og afar lipur með kilvuna. Og þeir segja líka að hann sé með eina styðstu kilvu í deildinni. Já. Það verður að koma pekkirum inn. Ég sagði það gengur hálf erfilega. Unnar. Vel útfart Jónari hérna sigla gegnum slottið. Náðu bara ekki að klára sendinguna. Öflug vörn hjá Fjölni hérna. Ná að stoppa Akureyringarna trekk í trekk hérna við sóknina. Engin frysting, segja dómararnir. Löng sending hérna upp. Það er Baltasar. Tekur bara skotið á ramman. Unnar. Þeir senda pökkinn bara hérna út. Spila, segja til línudómararnir. Vilja meina að það hafi verið snerting hana hjá rauðum áður pökkunum fór yfir miðlínuna. Unnar. Hýlir pökkinn eftir Harrison. Harrison tekur skotið. Það er varið. Mikill darradans hérna fyrir framan markið. Fjölnismenn reyna að koma pökkinn út. Það gengur brösulega. Löng sending hana fram. Mjög hraður leikur. Já, þetta fer alveg bara fram og tilbaka hérna. Þessi sending hefði geta gefið góða raun ef hún hefði hitt á spaðan hættu miðina. Hér er hérna belgíski Robert Delport. Tengdasonur Íslands. Já. Hann er nú að valda hér þó nokkrum usla. Blokkarvarsla á Finnanum. Bekkinum skúpað út. Og í æsing. Nú þurfa Fjölnismenn að ná að róa niður aðeins þetta rosalega tempó. Það er eiginlega alveg ótrúlegt hvað þeir ná að halda hraðanum uppi þrátt fyrir álag hérna síðustu daga. Og að þetta sé dagur 3 í þessari ofurhelgi. Já, það er náttúrulega Fjölnismenn spiluðu leik á föstudaginn og svo í dag, en Akureyringarnir spiluðu leik í gær á móti SR sem var nú, já, hann var nú aldeilis fjörugur. Ég er nú ekki viss, ég held að það sé að skipta kilvu eða eitthvað. Já. Já, hann má ekki taka allan tíman í heiminum í þetta.
Fjölnismenn fá hér aðvörun í uppkastinu. Og hann fengu uppkastið. Arnar kemur á pekkinn og Andra Mig hérna niður í horni. Andri Mig kemur undan marki, sendir bara upp á bláu. Dagur, skotið, náði að ratta í gegn. Og Akureyringar með færi. Rosalega vöslur hérna. Já. Menn komnir í hamagangina. Jæja. Ég ekki frá því að þetta hafi bara verið með flottasti markvörslu sem við séum helgina. Þetta voru ekki 1, ekki 2, heldur 3 skot. Já, og bara úr þessu færi sko. Við erum að tala um það að markmaðurinn og skotmaðurinn, það var ekki mjög langt á milli þeirra sko. Jæja, mér sýnist þeir vera báðir að fara í kælingu, bæði Hafþór og Falur fyrir þennan tango þarna fyrir fram markið. Spurning hvort þeir spili 4-4 eða 5-5? Ég held að þeir spili 5-5. Þeir fara náttúrulega báðir út af í sama klukkustoppi og samkvæmt reglunni sem var breytt í fyrra, þá alltaf að hafa, þetta var þannig í gamla daga að alltaf hafa eins marga leikmenn á ísnum og hægt var, nema þegar liðin var í jöfna styrkleika, en það er búið að afnema það. Núna spilaði bara 5-5. Skiptir engu máli hvernig staðan er á ísnum. Þetta er það. Og skot. Þarna kom þetta dunduskot frá Harrison á blálinni. Rataði gegnum Tumat Hakonen. Staðan var enn 2-0 fyrir SA. Þetta var algjör negla og hefur greinilega tekið, hann hefur sýndist mér að ná honum bara á milli lappana og finnska í fæslunni yfir. Já, ég held að þetta var náttúrulega negluskot og hann var náttúrulega töluvert trafík og ég efast að hann hafi séð það nægilega vel. Og við fáum uppkast hér sem Akureyringar vinna. Og hann er Marek í baráttunni. Og það var Gabriel sem kom pekkinum hérna út úr svæðinu fyrir Fjölni. Já, vel gert hjá Gabriel, hérna kemur hann eiginlega einn á móti og hann tekur skotið. Og biðinu við. Hvað er í gangi? Nú þurfum við aðeins að fylgjast með hérna. Ég bara hreinlega misti hvað átti sér stað þarna. Mér sýnist nú klukkan ekki verið alveg rétt. Það er leikmaður 43 sem er settur þarna á töfluna en það ætti að vera númer 23 fær 2 mínútur að mér sýnist fyrir óíþróttamannslega hegðun. Og Akureyringar hér. Það er rétt. En kannski
Mjög gott. Það hefur þá verið líklegast verið Atli Sveinsson sem hefur farið út af hana. Hann er númer 43 að mig minnir. Þannig að Fjölnismenn eru hérna í powerplay. Þeir ná að róa þetta niður. Skot af bláu. Já, þeir eru Sýnist vera 15 sekúndur eða 16 sekúndur eftir af dómi þeirra Hafþórs og Falls. Já, þeir mega náttúrulega ekki koma inn á ísinn fyrir en eftir næsta flauti eftir að refsitíminn er búinn. Hérna á Fjölnismenn að stilla upp í einhvers konar powerplay. Róbert hér upp á punktinum. Fín sending hana í hæslottið á Hilmar. Hilmar náði bara ekki að hleypa af. Hér er Róbert. Viktor er að henda pekkinu djúpt niður. Áfram er Jeri hér. Drífa áfram þetta powerplay hjá Fjölni. Róbert yfir skot og þetta var fínasta skot hjá Viktori. Bara helst til og langt frá. Ágætið skot enga að síður. Heldur betur eru að ná að halda góðri pressu á Jakob. Já, það er áfram 26 sekúndur eftir að þessu powerplay hjá Fjölni. Akureyringarnir spila 4 hér á móti 5. Og það er Akureyringar sem vinna þetta uppkast. Þannig að henda pekkinum út. Og mikil áhættuleikur hjá Tómat hérna. Þessum ágæta finnska markmanni. Akureyringar reynir bara að halda stjórn á pekkinum. Þeim tekst ágætlega. Löng sending fram á marki bara. Hann er búinn að læra reynslunni að frista ekki pökkinn. Þetta var dæmigert atvik þar sem að nýja reglan gildir. Akkurat. En nú eru liðin orðin jöfn. Og Viktor er með hann hérna fyrir Fjölni. Siglir með hann upp. Rosa trygg. Falur fellur við. Það var ekkert hnið þarna. Nei, það hefði svona mestalagi kannski verið tripping. Hefði það almennilega fallið við. Steinar Grettis kemur hérna inn í svæðið. Það er markið. Reynir hérna fyrir gjöf. Það finnir ekki rétt að killu við. Það var Róbert Hafberg sem kemur hér á siglingunni. Sjáðu hann skauta fyrir og skot. Þversláinn. Það var rosalegt færið þarna. Var þetta ekki Marek Viborgstok sem var hérna í skotinu? Jú, passar. Það þurfa að hreinsa svæðið og pökkurinn út. Pökkunum flýgur út af. Fjölnismenn vildu nú fá rángstöðu þarna. Það sýndist nú að Akureyringar vera inn fyrir bláu þegar var skotið í hann. Það gæti verið eitthvað til í því, en það þýðir svo sem ekkert að ræða þannig frekar. Það er uppkast þarna fyrir framann svæðið hjá Fjölni. Þetta fari í kylfuna hjá Fjölnismanni og þeir eru ennþá fyrir utan. Þetta var alveg rétt. Já, en nú er lotinu lokið. Staðan, 2-0 fyrir SA. Og mikið fjör í þessum leikhluta. Það verður
Já, ég held að það verði nú ekki síður í suðumark hérna í þriðja leikluta. Seinasti leikluti ofurhelgarinnar, hvorki meira en minna. Spurning hvort að þessi leikur fari undir 10 mörk. Það er góð spurning. En við ætlum að taka okkur hérna kaffipásu. Sjáumst eftir svona cirka 14 mínútur eða svo.
Jæja, góð gestir. Ég og Sigrún Agatha hér erum mætt í þriðju lótuna. Glöggir áhorfendur hafa gaukað því að mér að það heyrist oft lítið í Sigrún Águ. En það orsakast af því að við erum bara með eitt mikrofón. Við erum svona svolítið með eitt mikrofón og reyna að lýsa þessu saman. Svolítið svona svo par í karaoke duett. Ert þú búinn að velja lag eða? Nei, mínum karaoke ferli lauk svona rétt eftir hann hóf. Það er leiðilegt. Ég gæti alveg að sé fyrir mér einn góðan smell við gott tækifæri. En leikurinn er hafinn, af stað. Þessa vinnur aukastið. Þeir koma hratt inn í, ná honum inn fyrir. En missa pökkinn hana. Kemur Hilmar á siglingunni hérna, mist hennar rétt svo. Hektor Logi skautastillinni mjög svipar á hann Hilmars. Nefnum að Hektor Logi örlítið hávaxnari. Ekki mikið en samt aðeins. Það er nú kannski, við förum aðeins í ættfræðina. Mögulega eru einhverjir sem að muna eftir pappans Hektors. En ég veit ekki betur en að það sé nýlega búið að fella úr gildi reglugerð sem var sett í reglur IHÍ honum til heiðurs. Það er því kannski beinlínis honum til heiðurs en það er nú þetta er á Dagur, skot yfir. Áfram eru Akureyringar hér inni við Kolan í svæði Fjölnis. Þeir missa pökkinn hérna út. Akureyringar. Unni hér á rauðurlínunni, kemur pekkinum áfram. Pökkun endar í löpunum á fall, hann er felldur en dómari leiksins sér ekki ástæðu til þess að flauta á þetta. Fallur sendir pökkinn annað snöggt fyrir, aftur er pökkurinn snöggt fyrir, jæja. Ég er Unni komin í gegn. Tekur skotið. Svo. Hér er Hilmar. Reyna að koma pekkinum inn en lendur nú bara hann í hörninni. Já, vel gert. 3 á 1. Hann leysti þetta snyrtilega. Nú var ég til að sjá Fjölni skapa smá meiri sóknarhættu á Jakob. Síðustu lotu áttu þeir 2 skot á mark á móti 15 hjá Akureyri. Ormur með skotið. Svo Finnski vel vakandi í markinu. Hafþór grípur pökkinn hérna. Kemur hann niður. Ormur tekur skotið. En það er nú bara beint í maganum á Tómat Hakkonen. Við köllum þetta að láta markmannin líta vel út. Já, Akureyringar svona virtust vinna þetta uppkast en markmaðurinn náði að koma þessu í var. Viktor kemur inn að koma pekkinum áfram út hérna. Mikið dinglum dangl hér. Býður nú við, hvað gerir hérna? Þeir ná ekki að halda pekkinum inn í svæðinu. Viktor hér miklum hasar hlutlaus á svæðinu. Aftur er Sindri skotið niður. Ég held að hann selji þetta í kippum, hann Sindri. Fyrstu 3 skotin frí. Hér er Hilmar. Skýtur á markið að framhjá. Róbert kallar á pökkinn hér í varnarsvæði Fjölnis. Hilmar farin aftur, hérna siglar hann inn. Hann tekur skotið, hann lendir í
kylfunni. Lendir í kylfunni hjá varnarmanni SA og já, var þetta Dagur? Númer 8. Nei, þetta er Arnar Kristjáns. Við töluðum það áðan að Hilmar er að skjóta í stóðsendingu. Já. Ágætt að spila hjá Fjölni hérna. Arnar hér, sendir pökkinn áfram. Þeir vinna stjórn á pekkinu minna. Róbert, löng sending fram. Reynir að komast þarna framhjá. Hver var þetta númer? Hvað? 87? Nei. Sem var þarna í sókninni áðan. Það er búið. Ormur hérna tekur skoti bara og inn! Öss! Því að glæsi skot hjá Ormi hérna. Fjær stöngina undir hanskan. Þetta er erfitt að verja. Þetta er talað að vera með mann í rassvasanum þegar að þú ferð inn í svæðið og missir hann. En það er samherji bara í rassvasanum að þig til að pikka hann upp. Það var eiginlega það sem við vorum að horfa núna. Kemur honum í góða stöðu, það er menn á milli. Markmaðurinn á illa með að sjá þegar pökkurinn fer að kylfunni og hann skýtur á móti umferð í fjárhóttinu. Staðan orðin 3-0 fyrir SA. Og þetta er orðin brekka fyrir Fjölni. Þeir verða að fara að komast þér inn í leikinn með einu marki eða jafnvel tveimur. Já. Þannig kom pekkinu komið niður í svæði. Kristján Hóvar kom honum niður hana. Ágætis tilur hann að koma pekkinum á markaskoruran Orm. Og þetta er nú bara frysting. Bara stráng heiðarleg frysting. Ég held að það hafi nú verið hugsað sem sending en það var ennþá inn í svæðinu að það má það náttúrulega ekki. Nei, akkurat. Jæja, fáum við uppkast hérna. Varnarsvæði SA. Og það er Fjölnismenn sem vinna þetta. Viktor reynir hann að fyrirgjöf með bláu en það var ekki. Og komst inn í þetta. Hann Unnisteinn. Harrison sendir hérna yfir á Atla. Atla með langa sendingu bara í lærið á Mattíasi sýndist mér. Góð tilraun hann á Sturlarinn að koma pekkinum áfram. Hann er kylfulaus, ekki lengur. Harrison hérna áfram. Tekur hérna smá snúning. Hann heldur áfram. Áfram heldur hann. Harrison er komin inn á sending fyrir. Það var bjargað á línunni. Heiðar sendir pökkinn djúpt niður á Andra Mig sem lúrar á baka markið. Nýbúinn að leggja sig fyrir framan markið, þá fínt að hanga fyrir aftan markið. Þannig að liggja þeir saman, það er í gangi. Já, mér sýnist nú Sindri dómari vera hér að flauta eitthvað. Er það rauður 23 fyrir slassing? Mér sýnist það, já. Jæja, það sýnist mér hann Hafþór Sigurðarson verða að fara í 2 mínútur fyrir slassing eða að slá og það verður þá uppkast í varnarsvæði SA og já, powerplay yfirtöluspil tækifæri fyrir Fjölni. Já, nú vill ég fá að sjá smá spil í svæðinu. SA hefur verið að koma með góða pressu á þá og ekki gefið mikið pláss til þess að koma sér fyrir. Nei, varnarvinnan í SA hefur verið mjög góð svona manni færri.
Sér þetta, jæja. Þarna var þetta aðeins fljótvarni hjá Fjölnismönnum. Róbert Pálsson hér bak við markið. Hilmar kemur, sækir pökkinn, siglar af stað. Sendir tilbaka Róbert. Róbert aftur tilbaka. Ég kemur inn. Komin alla leið inn hérna, sendir fyrir. Klókt hjá Akureyringum að koma killunni þarna í sendinguna. Viktor hér gerist brotlegur. Sýnist hann að fá 2 mínútur fyrir boarding. Mögulega hefði Viktor getað sleppt þessari tæklingu, en hann fær 2 mínútur í kælingu. Já, þetta var illa nýtt powerplay hjá Fjölni, en það fór eins og það fór. Og spilaðir 4 á 4 í 1 mínútu og 24 sekundur áður en að Akureyri fær þarna 36 sekundur í powerplay. Já, þetta býður upp á það að menn fá aðeins meira pláss til að skauta. Þetta getur boðið upp á ýmsa skemmtilega möguleika. Róbert kemur undir það marki, skilur hann eftir. Kemur hér á siglingunni, kemst hann áfram, missir hann aðeins pökkinn frá sér. Kemur aftur, Róbert dettur við. Hann ákveður að frista pökkinn, Dómat Akonen. Það má frista núna allavega, það er gott að... Það má frista núna, það var pressa hann á honum. Já, ég held að það skiptir nú reyndar ekki máli hvort það sé pressa á markamanninu með ekki, ef að pekkinu með skotið fyrir aftan miðju. Og hér fáum við uppkast í, og það er Akureyri sem vinnur þetta. Harrison hérna, nóg að plási, nær að þræði sig hér í gegn, reynir hérna skot en hún lendir í vörninni. Unnar kerar hérna, siglar hann áfram, tekur skotið. Hann er laus. Já, Pökkur virðist vera laus. Ekki nógu góð sending hana. Unnar hérna, siglir með pökkinn í hornið. Kemur pekkinum upp á lágu. Bara að vera flækt í Akureyringum, ekki beitt kannski haldunum, eða kannski erfitt að sjá það hérna. En nú fá Fjölnismenn allavega hana plás. Það er spurning hvað þeir ætla að gera við það. Fínasta skot hjá Snorra Sturlusinni. Sturlu Snorrasinni. Unni, skotir hérna fyrir. Þarna hefði hann þurft að fá aðeins betri support með sér. Pökkurinn alveg lág í slottinu. Þarna rétt slapp Sindri við enn eitt skoti. Nei, hörðu! Hann fór aftur fyrir markið. Það munaði litla að hann færi inn. Já, hann var nú ekki vel staðsettur í markinu, hann náði samt að verja þetta. Liðin spilaði 5 á 5. Hér er flautað og hver er að fara út af? Já, Robert Pont, hann er að fara út af fyrir að krækja eða hooking. Enn og aftur fá Fjölnismenn hér tækifæri til þess að sína sitt powerplay. Þeim hefur ekki gengið sérstaklega vel í þessum leik að spila powerplayið. Sjá hvernig þetta er. Enn einn brotinn Kilvan tekinn af ísnum. Og ég fá uppkast. Það er eins gott að það er stutt í jólin. Til jólagjörð. Ormur reynar að hreinsa hérna út. Það er hann er að halda pekkinu minni.
Harris hérna reyna að koma pekkinum út, tekst ekki. Áfram með Viktor. Bullandi stemningu, djúpt í svæði. Akureyringa. Robby hérna stoppa pökinn bakvið. Hilmar kemur á stað, siglir undan marki hérna. Gefur á Róbert. Róbert nær yfir Auðu, kemur hérna áfram yfir. Og Jere senda pökinn bara yfir. Á marki reyndar Harrison. Hendir pekkinum allaveg yfir. Jere eldir. Sendir yfir á Robba Páls. Jere aftur. Þeir hljóta nú að breyta uppskrift núna á powerplayinu sínu. Sem þeir gera sýnist mér. Þeir ná að koma pekkinum inn. Hector. Dagur á mótunum. Áfram að vera að skjóta í dómarana. Missetnu sendingana. Hér er Mattias komin að. Mattias tekur skot og labbar upp í möskvana bara fyrir ofan Glir. Hann á eflaust þetta að naga sig í handabakið. Þeir að nýta þetta færi ekki betur. Þetta var svolítið klaufaleg skipting af Fjölnismönnum að skauta svona út af með turnover rétti rauðu. Þeir eiga hálfa mínútu eftir þessu powerplayi. Konin í sitt varnarsvæði. En þeim hefur ekkert gengið rosalega vel að stilla upp í sóknarsvæðinu. Nei, þeir hefur bara ekki náð að, þeir hafa bara ekki náð þessu powerplayi sem þeir þurfa að ná og til þess að geta einhvern veginn, já, spilað upp í eitthvað skotfæri. Jón Albert hérna, sendir langt yfir. Falur, nær að halda pekkinum inni, já. Snorri nær að halda honum inni. Akureyringar ná að henda pekkinum út. Og þá er powerplay búið hjá Fjölni. Liðin spila 5 á 5. Það er spurning hvað Gunnar hefur í leikjaráðabókinni sinni til að koma þeim út úr þessu. Já, hann verður að draga upp einhvern galdur. Hérna fyrirgefið hjá Ormi sem fór alla leið yfir og út. Jóhann Már Leifsson hérna. Reynir að koma pekkinum í spil. Þeir eru hérna tveir, bæði Hector og Hilmar. Hrinda þessu út. Henda fyrir svo vel að hafa það bara í sömu línu. Eflaust. Þeir gera vel að halda þeim fyrir utan. Gott blokk hérna. Kökkur með æja. Það var enn einn æja. Einhver hamagangur hana á milli manna. Menn eitthvað að pirrast. Já. Það er nú spurning hvort að það verði eitthvað aukalega fyrir að sparka Kilvi í burtu. Já, það er spurning. Já, það er spurning hver er að fara út af hérna. Já, með sínust Bergþór Bjarmi og Unnar Hrafnbergur að fara í bóksið sitt hvorum megin. Já, það er alveg vel skiljanlegt þegar að tveir rífast. Já, þetta eru gamli liðsfélagar hérna, þeir eru nú bara að grínast hérna í bóksinu. Það er ágætt að menn geta verið léttir á því. Þeir spila 5 á 5. Þeir gengur vel að verja bláu þarna, þeir komast ekki langt inn fyrir. Kemur Harrison á siglingunni og Falur sér úr honum. Hvað ætlar Hilmar að gera? Það er hérna drifir löng sending hana
Hilmar hér sækir pökkinn. Þvert yfir. Sjáum hvernig Akureyringarnir ná að pressa á Fjölnismenn alveg grimmt. Þeir ná eiginlega aldrei að koma sér einhvern veginn út úr pressunni. Ná að leysa á þessu núna. Róbert virðist að ræstu einn yfirginn en finnur þarna Hector. Hector kemur á siglinguninn. Tekur skotið. Hann hafði kannski ekki mikinn tíma þarna en þessi skot svona ofarlega úr svæðinu ekki að trufla Jakob mikið. Nei. Við fáum uppkast hér. 6 mínútur rúmar. 6 mínútur 26 sekundur eftir að þriðja leikluta og leiknum. Ég get ekki betur segja að þeir sé að stilla upp í skot bara. Jú. Hann hefði mátt nú. Þeir ná að halda sinni hérna. Viktor tekur skotið. Lítið mál fyrir Jakob að grípa þennan. Hann sá þennan pök allan daginn. Það sem vantar svona þessa trafík sko fyrir fram að markið hjá. Það að segja, Fjölnismenn myndi þessa trafík fyrir fram á markið hjá Jakobi, einfaldlega vegna þess að það svolítið þannig sem menn hafa verið að spila hockey núna allan á síðustu 2 leiki. Þá hafa til dæmis Eskfirðingar verið mikið að spila upp á að vera með slata trafík fyrir framan markmanninn þegar skotið ríður að frá bláu. Ja, þú sagðir mig aldrei fyrir framan þetta mark með hálft gler í andlitinu. Það alveg á hreinu. Nei, enda átt þú að spila með grind. Ég geri það með glöðu, gefi. Ég dettur ekki í hug. Aldrei skal ég skilja hvernig fólki dettur í hug að spila með gler. Ég held að það hafi farið 8 tennur í gærkvöldi. Já, herru, Fjölnismenn eru bara búin að draga markmanninn sinn út af og eru núna að spila 6-5. Áfram eru þeir að svolítið að spila upp á skotið. Biðin og við. Yes, þetta hefur verið annarkvort boarding eða crosscheck. Það fór nú svolítið ofalega, hann heppinn að fá bara crosscheck fyrir þetta. Já. Það virðist vera Sindri alveg klára á þessu. 2 mínútur crosscheck og þá fáum við hérna, já, svona super power play hjá Fjölni líklegast. Nei, hann er komin aftur í markið. Tóma Takkonen. Þannig að þeir. Já, þetta líka svolítið spurningin hvernig menn sko bera sig þegar þeir eru í hættulegri, Fjölnir tekur leikhlé. Já, Fjölnir tekur leikhlé. Þegar að menn eru með sko bakið í spilið og pökkinn fyrir fram að sig, stutt í ramman, þú verður að passa þig. Já. Bara koma sér ekki í þessar aðstöðu að geta fengið á sig checking from behind. Þegar ég hugsa, þú ferð eitthvað náði á ferðinni, þá ert þú í meiri hætt en hann sko. Hann situr í 2 mínútur. Já, Fjölnismenn tóku hér leikhlé sem nú bara að klárast. Það sér þetta líka reglulega, sérstaklega menn sem eru, eða leikmenn sem eru kannski ekki þeir hæstu í loftinu og við spilum oft fyrir eitthvað boginn í hnjánum og þegar þú ert farin að beygja þig niður við rammann og þú ert kannski með höfuðið í olnbogahæð við mannin sem kemur í þig. Og við fáum uppkast. Og það er Hector Logi sem vinnur þetta. Ég er hér. Tekur bara skotið. Þetta var beint á Jakob í markinu. Gott skot enga að síður. Jájá, Robby Páls hér fyrirliði að gefa sínum mönnum skipanir. Og við fáum trafík fyrir á markið. Skot. Bökkurinn laus, eða hvað? Jú. Sindri vefar þetta í burtu. Það var laus og týndur. Já. Nei, ég held að það bara búið að vera mikið
mikið álag núna á vörn þessa. Hektor Logi uppkastinn aftur. Hann vinnur þetta aftur, þriðja í röð. Robby tekur skotið. Pökkur laus. Hvað gerist? Aftur á Robba hérna. Yfir á Jere. Tekur skotið. Og Jakob sá þetta að koma og greip pökkinn hann á loftinu. Hann lausur úr boxinu. En það eru ennþá 1:32 eftir af powerplayi Fjölnis. Já. Ég er að fá aftur uppkast. Nei, menn eitthvað fljótfærir. Hilmar er tilbúinn. Hann er alltaf tilbúinn. Eitthvað smá miskilningur á milli varnarmannanna hérna. Hinn hélt að hinn ætlaði að sækja hann. Robby bara tekur málinn sínir einhendur. Missi pökkinn á vondustað. Og þeir þeita pekkinum út. Ég er að segja pökkinn hér. Leggur að stað. Hendi pekkinum. 30 gagnstætt hótt. Robby heldur pekkinum inni. Hvetur sína menn áfram. Hakonen í markinu. Kemur pekkinu bara strax í spil. Gefa Hakonen engan séns til þess að skipta. Svona þétt riðið net þarna hjá þeim í vörninni. Hektor. Robby er ennþá inn á. Hann er ábyggilega búinn að vera inn á í svona 6 mínútur. Tekur bara skoti á ramman. Hilmar tekur eiginlega vont skot þarna frá blálínunni. ...20 sekúndur eftir að powerplayinu. Býðum við hvað er að gerast hér. Hafþór hefur komist þarna inn í pökkinn. Það var engin hákylfa á þetta. Kristján Hóður er svo stór. Það er engin nálægt. Hér hófum við hamagang. Hann má ekki. 27 rauður, 2 mínútur fyrir tripping. Það var eiginlega svolítið klaufalegt hjá honum. Hann fer bara beint í afturfæturnar á honum. Afturfæturnar, aftan á lappirnar. Já, hann fiskaði sér aðra 2 mínútur. Hann fekk 2 mínútur fyrir tripping og svo lét hann killuna vaða í refsibekkinn og uppskar aðra 2 mínútur. Þannig að hann situr pottþétt restina af þessum leik í refsibóksinu. Og eru fyrirliðarnir hér að ræða eitthvað við Sindra. Ég er að spyrja hvort það sé ekki lægi með hann eftir að taka alla þessa pekki. Já, hann er búinn að fá í sig töluvert af skotum. Greiði kallinn. Þetta er svona góð leið til að enda góða helgi. Já, hann getur talið marblettina heima í kvöld. Fjölnir nýtir tækifærið og tekur lítið leikhlé, svona óformlegt. Já, menn þurfa að ráða ráðum sínum. Get ekki betur séð en að hann Tómas sé að undirbúa brottför. Mér þykir það mjög líklegt. Það veltur allt á því hvernig uppkastið hvort að það vinst eða ekki. En Hektor Logi er búinn að vera drjúgur fyrir Fjölni núna í uppkastunum. Það eru Akureyringar sem vinna þetta. Það er Heiðar sem kemst inn í þetta. Skilur hann eftir fyrir. Komist í á honum hana. Senda pökkinn yfir. Þeir ætla að halda bara stjórn á pökkinum. Harrison. Það eru Atla. Atli sendir hann bara hátt og langt í burtu. Áfram eru Akureyringar að ná að trufla hér uppspilið hjá Fjölnismönnum. Viktor leggur af stað.
Ekki góð sending hana yfir. Kemur Viktor á siglingunni. Viktor ekki alveg í tæklinguna hana. Nei, en það held ég að hafi verið flautað á það hérna charging. Hann hafði fullmörg skref hana. Pökkurinn skilin eftir hér fyrir Robba Páls. Robbi fer inn í svæðið. Reynir að koma pekkinum áfram. Viktor reynir hann að skot. Róbert. Jere. Róbert aftur. Róbert komin í skotstöðu. Skýtur yfir. Falur hérna missir pökkinn heitt og Hector. Það vinnur hann tilbaka. Jere. Komin hérna. Tekur skotið. Lendir hérna pökkur upp. Þetta var rosalegt. Pökkurinn fór bara. Hann var á leiðinni á bakvið og mark! Ormur Jónsson tekur skotið bara að hlutlausasvæðinu inn í autt mark Fjölnismanna. Staðan 4-0 fyrir SA. Já, rétt undir 2:20 eftir að leiknum. Staðan 4-0. Þetta er orðið mikil brekka fyrir Fjölnismenn. Það kom eitt svona mark í gær þar sem að pökkurinn skoppaði upp fyrir og aftur fyrir markmanninn og inn. Jón Albert hérna í hörku baráttu hérna. Hann er ekki til í að gefast upp. Langt skot yfir. En hann er markmaðurinn bara klár. Marek er að fá tvisvar sinnum 2 mínútur en það kemur upp á töflu sem 2 mínúta dómur í röð. Nú er seinni dómurinn að hefjast. Já, hann mun líklega sitja það sem eftir er nema að Fjölnir nái að skora hérna á 1,5 mínútu. Það búið að vera mjög strempi hjá Fjölnismönnum að ná einhvers konar spili hérna út úr sínu svæði. Eiginlega bara í allt kvöld finnst mér. Já, þeir hafa ekki náð að tengja nægilega vel á milli sín. Þeir eru mikið að gefa sendingar sem að rata ekki alveg á kylfuna hjá Samherja. Hilmar hins var, vel gert! Þetta var alveg frábærlega útfært. Það vantaði bara að skila pekkinu inn. Já, þetta var mjög vel snyrtilega afgreitt hjá honum að losa pökkinn svona inn á fjarhliðina ef við köllum það svoleiðis. Ég kemur hann að nær að komast þarna í skotfæri en það er svolítið bara saga kvöldsins í kvöld hjá Fjölni að þeir eru að ná skotum á markið þegar það er eiginlega engin trafík og eiginlega engin í leiðinni rebound eða neitt annað. 40 sekúndur eftir staðan 4-0 fyrir SA. Seinustu 40 sekúndur af þessari ofurhelgi. Og það er Fjölnir sem vinnur þetta. Róbert tekur skotið. Pökkurinn laus. Og hér koma þeir. Þeir eru áfram hérna. Baltasar. Reynir að koma pekkinum hjá bláu þar sem Jói Leifs stendur 20 sekúndur eftir. Áfram eru Fjölnismenn að ná hér einhvers konar spili. Gengur erfiðlega 10 sekúndur eftir. Ég hér er ekki að nenna þessu meir. Stoppar hér og þetta er leiktíma að renna út. Leikurinn búinn með sigri SA 4-0. Já, þeir fara úr þessari helgi með 13 mörk. Þetta er búið að vera algjör veisla hérna á Egilshöllinu þessa helgina. Vonum bara að þið heima hafi skemmt ykkur jafnvel og við. Ég held að þetta sé bara góð viðbót inn í tímabilið okkar að fá svona 3 ofurhelgar þar sem er bara hockey onni hockey. Já, það eru reyndar 4. Það er ein kvenna ofurhelgi. Þetta er svona allt í allt. Það er rétt hér. Ég
ég kann alltaf ekki að telja, við erum búin að establisera það. Já. En ég heiti Helgi Páll, ég og Sigrún Aga þökkum fyrir í kvöld. Takk fyrir og góða nótt. Takk fyrir. Svo verður það tilkynnt opinberlega þegar að Helgi Páll skellir sér í karaoke. Við munum selja inn.